alveg sko fjölgun hefur verið það 30 manns fjölgun á þeim síðan 1992 þeim tíma sem ég verið á lífi þá hafa það 30 manns fjölgun en jafn margir frá Akureyri þannig að þessi sko þessi með alltaf 192 sem að fólksfjölgun hefur verið rétt undir 200 síðustu ára. Það er alla fæðingartíðir. Ekki gott. En síðan, er Nei, það er svona, allavega, ég held að það hafi bara verið Akureyri sem það sem sjáum við líka breytingu. Og Eyjafjarðarsveitin, Hörgársveitin, já, en svo sjáum við sko, og auðvitað sko enginn gera heilmikið því ég er útlendingasýslu. Enginn gera heilmikið fyrir bara byggðarfasta dagskrá. Já, nú, það. Já. Já, ok, þetta er hörkulega kannski. Það er sérst stað. Já. Upp á heiðinni. Já, já. Já, ég skal bara heyri áskræma svo alveg þá það sérst Já, ok. Það er stólófis, það er alveg þarna. En ert þú þarna? Ég er norðurþingarður, alveg upp í Öxarfirði. Norður og alveg upp í Öxarfirði. En sko... Þú nær fram í björn. Já, passar. Já, ekki? Jú. Þegar maður farið yfir það, sko. Já. Nei, en svo en ég samt síðustu 20 árin, svo að það hefur búið í hinni sveitunum sem er í Reykjavík, rétt frá ábæði. Og ég var alveg að kenna í 10 ár sko í Þingeyjaskóla sem er svona skólakóla fyrir Köldukinn og fyrir Reykjavík. Og þetta var með krakkar sem var í Já, ok, já, ég var með krakkar hennar líka. Já, og segja, það er rosaleg orka. Það bara, Já, það þarf. Já.
svona í ráðum að segja bara fyrirgjöf, enginn var ekki ráð, þess að það Já, mér finnst það mjög fínt, líka sem stúdent sko, maður er ofta að fletta kennarum sinni upp. Þegar maður hefur bara fyrirnafni eða eitthvað svona, sko, þá er mjög óþægilegt. Ég hef fengið post frá nefnum sem hélt ég var að koma þannig. Já, var það reiðupostið eða? Nei, það var bara hægir, ég skrifa verkefni, ég hef ekki frestið, þetta var Þú gastu frestið? Þegar spurningum koma. Ég þarf að stýra, allavega Já, sko, ég spurði hvort að sko, Silja sér spurning streymi. Ég veit það, það er ekki bara það sér skrifstofu. Já, þú bara að vinna þér, það er skrifstofu. Það er ykkur eigið háttaskvæð. Ég var sko búin að undirbúa mig það sko, við þurftum að setja fremst. Já. Gæti nú alltaf enda þannig. Svo sveigjanlegt græn. Nú erum við tvö, ég byrja það. Já, gefur sér. Ég ætla að spyrja Silju Jóhannsson varðandi. Jæja, ég held að við förum bara að byrja þetta. Klukkan er orðin 2. Má biðja fólkum bara að finna sér sæti. Svona, þetta gerist allt. Svona. Heyrist ekki örugglega í mér? Ekki droslega? En núna, ég færi mig það bara nær. Góðir gestir, verið hjartanlega velkomin á ársfund Háskólans á Akureyri vegna starfsársins 2025. Ég ætla að byrja á praktíkinni og svona biðja ykkur að vinsamlega hafa slökkt á farsímum eða minnstakosti hljóði og titringi á meðan á fundinum stendur. Ég heiti Aðalbjörn Jóhannsson og mun stýra þessum fundi. Var ekki alveg viss hvort ég ætti að vera mjög formlegur eða skemmtilegur, þannig að ég ætla bara að vera hvorugt. Sjálfur er ég stúdent við háskólann og gegni embætti forseta stúdentafélags Háskólans á Akureyri. En mér finnst mikilvægt að það sé tekið fram vegna þess að það er alls ekki sjálfsagt að stúdentum sé treyst fyrir ábyrgð eða hlutverkum á viðburðum eða fundum eins og þessum. Það er hins vegar lýsandi fyrir Háskólann á Akureyri og háskólasamfélagi við þennan háskóla
að hér sé það gert og fyrir það erum við náttúrulega bæði þakklátt og stolt. Ég vil vekja athyglingar á því að fundinum streymt í gegnum fjarfundabúnað og auk þess verður hann tekin upp og í framhaldinu fljótlega eftir fundin aðgengilegur á YouTube-rás Háskólans. Dagskráin sem fyrir fundinum liggur með nokkuð hefðbundnu sniði. Við munum hefja fundinn á að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, segir nokkur orð. Þar á eftir mun Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrarbæjar, ávarpa fundinn. Því næst kemur í pontu Harpa Halldórsdóttir, sérfræðingur fjármálagreininga, sem fer yfir ársreikning Háskólans á Akureyri fyrir árið 2025. Að því loknu verður boðið upp á spurningar og sal, bæði efni ársreiknings sem og erindi rektors. Því næst verður sýndur leikandi léttur annáll fyrir árið 2025 hér á skjánum. Þá tekur við örkynning á verkefni sem verður nánar kynnt þegar þar að kemur. Í kjölfarið mun svo Hildur Friðriksdóttir, formaður jafnréttisráðs og verkefnastjóri hjá háskólanum, fara yfir eftirfylgni með metnaðarfullri jafnréttisáætlun HA. Formlegri dagskrá lýkur svo með því að starfsfólk háskólans verður heiðrað, en að dagskrá lokinni þá verður boðið upp á kaffi, hjónabandsæli og kleinur hér fram í miðborg. Það finnst mér mjög mikilvægt. Þar sem gestir geta skoðað og lesið sér til rannsóknir háskólans. Að þessu sögðu segi ég ársfund Háskólans á Akureyri settan og býð Áslaugu Ásgeirsdóttur í pontu. Það alltaf svo gaman að vera svona gamaldags að vera með pappír þegar þessu púlti hérna. En ég hef ekki ennþá búin að leysa þetta, geta gert þetta á annan hátt. En það rosalega gaman að sjá svona mörg ykkar hérna. Það eru laus sæti hérna fyrir ykkur sem að standið aftast hérna. Þannig að þið með alveg hringlega við þessu fólki sem búið að hlamma sér niður. En bara háttvítu bæjarstjóri, takk kærlega fyrir að taka boð okkur að vera heiðursgestur ársfundur Háskólans á Akureyri. Kæru gestir, samstarfsfólk, stúdentar og vinir Háskólans á Akureyri. Gaman líka að sjá svona marga stjórnmálamenn hérna í salnum. Við ætlum kannski að halda ársfund alltaf fyrir kosningar, en bara verið öll velkomin. Það hefur margt breyst í umgjörð háskóla undanfarin ár, en samt kjarnastarfsemi háskóla enn sem áður að skapa nýja þekkingu og miðla henni til stúdenta og samfélagsins. Það eru margir sem spyrja sig að tilgangi á háskóla þegar ný tækni ryður sér til rúms og virðist í fyrstu sín gera þá tilgangslausa. Þegar fjarnám fór fyrst að ryðja sér til rúms, sáu bjartsýnustu menn framtíð þar sem hægt var að kenna þúsundum manns fyrir brot af þeim kostnaði sem að kostar að kenna fólki í stofum og öðru slíku. Og nú þegar gervigreindin, og ég ætlaði enn eftir að tala gervigreindana, ég var að reyna að komast hjá því, en það eiginlega ekkert hægt annað. Og núna þegar gervigreindin getur dregið saman rannsóknir, aðstofað við hugmyndaflæði, greint gögn og skrifa lagðar greinar á örskamri stund, eru aftur komnar þessar raddir, hvers vegna þurfum við háskóla? Vissulega alltaf einhver hagræðing í tækninni, en til að geta nýtt sér hana á góðan hátt og þarf að hafa þekkingu og færni til að nýta sér hana til að gera gott betra. Menntun snýst að verulegi leyti það að kenna fólki vinnubrögð sem nýtast þeim í framtíðinni, hvort sem fólk ætlar að leggja fyrir sig hjúkrun eða kennslu, raunvísindi eða félagsvísindi, hætta eftir grunnnám eða taka menntunina lengra. Í grundvallaratriðum þá læra stúdentar vinnubrögð í háskólanámi og þessi vinnubrögð hjálpa þeim að leysa verkefni framtíðarinnar. Að læra vinnubrögð krefst þolinmæði, endurtekningar, mildi gagnvart eigin mistökum og annarra, ekki gleyma því, og maður lærir að nálgast flókin viðfangsefni frá ólíkum sjónarmiðum. Að læra vinnubrögð annað en að leysa verkefni fljótt og vel. Tækniþróun síðustu ára hefur aukið getu okkar til að klára verkefni, en ef við kunnum ekki vinnubrögðin til að leysa verkefnin, þá hefur við grætt rosalega lítið. Og þetta áskorun sem Háskólinn á Akureyri stendur frammi fyrir ásamt öllum háskólum heimsins og öðrum menntastofnunum ef út í það farið. Í heimi þar sem freistni tækninnar á hverju horni, hvernig undirbúum við stúdenta fyrir áskoranir nútímans og framtíðarinnar? Þessar áskoranir eru flóknar og illviðráðanlegar. Slík vandamál eru oft lýst á ensku sem wicked problems
og hugmynd sem var sett fram fyrst árið 1973. Þannig að það eru komin rúmlega 50 ár síðan. Þessi flóknu, ég ætla að kalla þetta svona flókin vandamál eða flóknar áskoranir, það er svona mín þýðing að það illviðræðanlegt rosalega erfitt að segja oftur og aftur. En flóknir vandamál, flóknar áskoranir, þau eru útskýrð eða greind meðal annars frá því að það er ekkert endilega auðvelt að skilgreina vandamálið og oft vandamálið birtingaminn annarar vandamála. Áskoranir eru oft einstakar og flóknar og fela í sér að þeim koma margir hagsmunaaðilar með andstæða hagsmuni. Það er yfirleitt ekki til nein ein rétt lausn og lausnirnar eru frekar góðar eða slæmar, betri eða verri. Tilraunir til lausna og að finna lausnum farveg hafa oft áhrif á kerfið í heild sinni. Og áskoranir, þegar við mætum þeim, þar leysast aldrei að fullu. Áskorun samfélag vegna loftslagsbreytinga oft lýst sem svona áskorun. Hlýnun jarðar mannanna verk, en slík fullyrðing líka umdeild. Orkuskiptin kosta suma aðila lífsviðurværið en búa til tækifæri fyrir aðra. Kostnaður eykst á núverandi kynslóðir sem kannski langar lítið að taka þátt í því að búa til betra samfélag fyrir næstu kynslóðir. Og lausnirnar á áskorun loftslagsbreytingar eru dýrar, hægar og oft umdeildar. Það til dæmis mjög dýrt að mæta hækkandi yfirborði sjávar, þurfa að flytja hús frá ströndinni þar sem fólk á verðmætar eignir. Eins má segja að gervigreindin flókin áskorun. Hún ber öll þess merki. Kennarar, starfsfólk og stúdentar og samfélagi líka fyrir utan háskólana skilgreina tækifæri og áskoranir á mjög mismunandi hátt. Þetta tækifæri eða bara hreinlega bölvun? Þetta endalok mannkyns eða byrjun á einhverju betra? Á að banna notkun gervigreindarinnar, kenna ábyrga notun eða láta eins og hún sé ekki til? Og hvernig skilgreinum við það ábyrga notkun? Hver ætlar að taka það verkefni að sér? Hröð þróun tækninnar líka vandamál því að viðbröðun okkar eru alltaf lengra og lengra á eftir þessar nýju þróun. Og svo vitum við ekki hvernig þetta endar. Fólk sem rekur þessi fyrirtæki, þau veit ekki heldur hvernig þetta endar allt saman. Tilurð gervigreindarar og áhrifinnar á starfsemi háskóla hefur verið hröð og afgerandi og leitt til þess, eins og ég sagði áðan, að margir velta fyrir sér af hverju þurfum við að vera að kenna vinnubrögð þegar hægt að fá lausnirnar strax. Af hverju þarf að leysa erfitt stærðfræðidæmi með pappír og penna þegar hægt að fá tæknina til að leysa þetta á hálfri sekúndu? Af hverju að lesa eða hlusta á Laxness, svo að það ekki klassist íslenskt dæmi, þegar hægt að biðja gervigreindina að súmara upp Laxness á stuttan hátt, gera kannski skemmtilegt myndband og vita þá aðalatriðin. Og af hverju gott að kunna flaka fisk þegar vélar gera þetta fyrir okkur? Af hverju ekki að taka alltaf styðstu leið, klára verkefnið og helst klára gráðuna sem fyrst. Það alveg ákveðið svona alltaf verið að íta okkur að gera hlutina hraðar og hraðar. Því það sparar bæði tíma, fólk kemst fyrir út á vinnumarkaðinn og það sparar líka pening til framtíðar. Og í almennu umræðu virðist þetta skipta oft mestu máli að gráðan að loknu námi en ekki þekkingin sem einstaklingurinn býr yfir. Vinnubrögðin sem við lærum í háskólum kenna okkur lykilþætti þess að geta haldið áfram að taka þátt í samfélaginu eftir að við útskrifumst. Brautskráðir einstaklingar eiga kannski ekki eftir að þurfa að leysa flókin dæmi með penna og pappír, lesa eða hlusta á Laxness og flest kaupum við fiskinn flakaðan út í búð. En það að við höfum þurft að glíma við þessi verkefni, gera mistök, sofna út frá Laxness, hversu margir hafa gert það? Já, einmitt, passar. Og byrja þá upp á nýtt og skera okkur við að flaka fisk. Þetta auðgar allt hugan. Víkkar sjóldundarhringinn og sáir fræjum sem jafnvel einhvern tíma síðar geta orðið nýrri hugmynd sem hjálpar til að leysa flókin vandamál. Það það sem menntun gefur okkur, kunnáttu til að takast á við hlutina. Gráðan sem fólk fær eftir háskólanám líka skilaboð okkar til samfélagsins sem við þjónum að viðkomandi kandidat kann ákveðin vinnubrögð sem nýtast í starfi og samfélagi fólks. Vinnubrögðin sem við kennum háskólagengnu fólki í háskólum kenna fólki að takast á í samfélaginu á virkan hátt. Þau hjálpa okkur að leggja grunninn að aukinni farsæld, umbreytingu í heilbrigðisþjónustu, betri löggæslu, öflugri byggðaþróun og fjölbreyttara atvinnulífi.
Og hér þurfum við fólk með mismunandi sýn á framtíðina og vandamálin. Við sem einstaklingar sem búum í samfélagi vitum oft betur hvað skiptir máli fyrir fjölskyldu á Húsavík, fyrirtæki á Akureyri, hjúkrunarfræðing á landsbyggðinni, kennara í grunnskóla, ungan stúdent sem í fyrstu sinni fjölskyldu að fara í háskóla og getum betur aðstofað að byggja samfélag sem vil vaksa á þess að missa sjálft sig. Og til þess að geta leyst þessi flóknu vandamál áskorun og nútímans og framtíðarinnar, þá þurfum við fólk sem forvitið, fólk sem kann að hugsa, fólk sem kann að spyrja, fólk sem kann að efast, fólk sem kann að vinna með öðrum og fólk sem sér ekki aðeins það sem heldur líka það sem gæti orðið. Og það sem svona alltaf athyglisvert í þessu að hvaða fag stúdentar velja sér ekki alltaf aðalatriði. Því burt sé frá því hvaða fag þau valið, þá það hlutverk Háskólans á Akureyri og annarra háskóla að tryggja að brautskráðir einstaklingar geti haldið áfram að afla sér þekkingar og taka þátt í því að leysa áskoranir í vinnu og samfélagi. Háskólinn á Akureyri skapar ekki einungis nýja þekkingu á hverju ári, við miðlum henni líka til stúdenta og samfélagsins. Vinna okkar að vissu leyti að þjálfa fólk í að kunna nýja hluti byggða á fortíðinni og nota hana til að búa til nýja þekkingu og miðla henni áfram. Við erum að mennta fólk til starfa sem samfélagi treystir. Við erum að byggja upp mannauð, rannsóknir, nýsköpun og námssamfélag sem hefur bein áhrif á lífsgæði í landinu. Þess vegna skiptir Háskólinn á Akureyri máli. Í störfum okkar menntum við ekki bara akureyringa, heldur fólk allt land og einnig Íslendinga sem búa erlendis. Þannig tryggjum við á landsvísu sé fólk að vinnu og leik sem getur tekið virkan þátt í að leysa áskoranir framtíðarinnar. Það fólk í samtali og samvinnu við oft öðruvísi mennta fólk sem með allt aðra sýn og með samstarfi og samvinnu mjakast þjóðfélagið okkar áfram, stundum full hægt að margra mati, en það nú stundum líka kostnaðurinn við lýðræðið. Þegar fólk getur menntað sig þar sem það býr, þá styrkjast samfélögin sem þau búa. Þegar kennari, hjúkrunarfræðingur, lögfræðingur, sálfræðingur, viðskiptafræðingur eða sérfræðingur getur byggt upp þekkingu og starfað áfram í sínu samfélagi, þá háskólanám ekki bara persónulegt tækifæri, þetta samfélagsleg fjárfesting. Og staðsetning háskólans í þessu samhengi skiptir líka máli. Það skiptir Ísland öllu máli að hér sé öflugur opinber háskóli utan höfuðborgarsvæðisins. Það skiptir máli fyrir Akureyri, fyrir Norðurland og fyrir landið allt. Það skiptir máli fyrir atvinnulíf að hér stundi starfsfólk háskólans rannsóknir og miðli henni allt land og erlendis. Þetta byggir upp samfélagi hjá okkur, þjónustu og nýsköpun og eflir það sjónarmið að það sé æskilegt að Íslands þjappist ekki allt saman á einn stað. Og við sjáum alveg árangurinn í starfi okkar hingað til. Stúdentar eru ánægðir með námið. 89% stúdenta segja að þau séu ánægð og telji sig vel undirbúin fyrir næsta skref. Starfsfólk HA hefur sýnt að hér sterkt háskólasamfélag og mælumst við sem hátt í stofnun ársins og hæst allra opinberra háskóla. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér. Það gerist vegna þess að hér starfa fólk sem hefur metnað, fólk sem kennir, rannsakar, þjónustar, þróar, styður leiðir og byggir upp. Það gerist vegna þess að hér ekki kyrrstaða. Hér verið að gera mistök, prófa eitthvað nýtt, laga, læra og þróa. Og það það sem að samtíminn krefst af okkur. Í greiningavinnu skólans kemur skýrt fram að sérstæða sérstæða HA, ekki hægt að editera þetta út af vídeónu, liggur meðal annars í því að hvernig skólinn hefur náð utan það hlutverk náms í samtímanum með sveigjanlegu námi, aðlögunarhæfni, samfélagslegri tengingu og áherslu á nám sem mætir kröfum nútímans. Það líka bent á að hér segja mjög fáir. Við höfum alltaf gert þetta svona. Þetta mjög dýrmætt okkur sem háskóla og við skulum aldrei gleyma því. Takk kærlega. Við þakkum Áslaugu kærlega fyrir þetta. Ég var mjög ánægður líka að sjá að hún var með pappi líka, en ég vil meina að það sé svo sniðugt en ekki að því ég einn af sjaldgæfum hópi stúdenta sem fæddist að sömu öld og rektor. En næst í pontu Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrarbæjar. Velkomin Ásthildur.
Rektor, kæru fundargestir, starfsfólk og nemendur Háskólans á Akureyri. Það mér sönn ánægja að fá að ávarpa ársfund Háskólans, stofnunar sem hefur í meira en 4 áratugi verið ein af burðarstoðum samfélagsins okkar. Akureyri væri einfaldlega ekki sama samfélagið án Háskólans. Hann hefur mótað bæinn, elft hann og gefið nýja sýn á það hvað mögulegt á landsbyggðinni. Háskólinn á Akureyri ekki aðeins menntasetur, hann samfélagsgerð. Hann atvinnuskapandi afl, rannsóknarvettvangur, uppspretta nýsköpunar og síðast en ekki síst staður þar sem fólk á öllum aldri finnur tækifæri til að efla sig, læra og vaxa. Þetta hefur áhrif á allt bæjarfélagið, á fjölbreytni, á menningu, á þjónustu og framtíðarsýn okkar. Og sömuleiðis þetta alveg örugglega frábær vinnustaður ef ég þekki akademíuna rétt. Því ég starfaði nú einu sinni við Háskóla Íslands. Á undanförnum árum hefur námið við Háskólann á Akureyri tekið miklum breytingum. Háskólinn hefur verið leiðandi í sveigjanlegu námi, stafrænum lausnum og fjarnámi sem gerir fólki allt land kleift að stunda háskólanám án þess að flytja búferlum. Nýjar námsleiðir hafa mætt bæði þörfum nemenda og raunverulegum þörfum samfélagsins. Þetta hefur styrkt Akureyri sem menntaborg og aukið fjölbreytni í samfélaginu. Við sjáum líka hvernig háskólinn hefur eflt tengslin sín við atvinnulífið og stofnanir í bænum. Verkefnamiðað nám, starfsnám og rannsóknarsamstarf hafa orðið sífellt stærri hluti af námsleiðum skólans. Þetta skapar mikilvæga brú milli náms og starfa og tryggir að nemendur útskrifist með þá hæfni sem samfélagið þarfnast. Og það spennandi tímar framundan hjá háskólanum og þar á ég við tækifærið sem liggur í húsnæðismálum stúdenta og uppbyggingu nýrra stúdentagarða. En það eitt mikilvægasta framfaramál háskólasamfélagsins þessar mundir. Þetta stórt skref í að tryggja að Akureyri geti áfram verið aðlaðandi valkostur fyrir ungt fólk sem vill stunda háskólanám og má kannski segja að uppbyggingin sé ekki aðeins húsnæðismál, hún samfélagsmál. Hún skiptir sköpum fyrir aðdráttarafl háskólans, fyrir lífsgæði nemenda og fyrir framtíðarvöxt Akureyrar sem háskólaborgar. Það nauðsynlegt fyrir skólan að fá súrefni til að vaxa, fjölga námsleiðum og fjölga nemendum enn frekar. Það verður seint metið hversu mikilvægur skólinn hefur verið íslensku samfélagi, sérstaklega þó landsbyggðinni. En mikilvægastur skólinn samfélaginu á Akureyri og hefur hann lagt grunninn að öflugu atvinnulífi hér á Akureyri. Við höfum síðastliðin ár séð ævintýralega uppbyggingu fyrirtækja hér á svæðinu sem kalla á sérmenntað fólk. Því kalli á HA að taka þátt í að svara. Eins heilbrigðisþjónustan að verða enn snarari þáttur í okkar samfélagi, enda landsmenn að eldast hratt. Þetta hefur kallað á stærri heilsugæslu, nýja viðbyggingu við SAK og síðan fjölgun hjúkrunarheimila. Og þetta gerist auðvitað allstaðar í kringum landið. Þessar samfélagsbreytingar þess eðlis að háskólinn verður einnig að svara þeim. Við verðum að fjölga nemendum í heilbrigðisvísindum. Og eins og rektor nefndi hér áðan, gervigreindin mun líka leiða til breytinga á heiminum sem við þurfum að fylgja. Gagnrýnin hugsun og siðfræði verður sífellt mikilvægari og ný störf verða til og önnur hverfa. Skólinn þarf að fylgja þessum samfélagsbreytingum og gera það hratt, eins og rektor nefndi hér líka áðan. Samfélagið og atvinnulífið sífellt að verða kvikara, eins og við vitum öll. Fólk færist á milli starfsgreina eins og ekkert sé. Við munum líklega ekki sjáð yngri kynslóðir fá viðurkenningar fyrir að starfa við sama fyrirtækið í 25 ár eða lengur eins og við gerum hér í dag. Nám þarf því miður og kannski sem betur fer og sem betur fer að svara kalli atvinnulífsins og samfélagsins í heild sinni. En ég vil líka nefna að við þurfum sömuleiðis og megum ekki gleyma húmanískum fræðum og félagsvísindum
því að það er náttúrulega líka grunnurinn af því að samfélagið nái að vaxa og dafna. Í borgarstefnu sem Alþingi hefur nú samþykkt lögð rík áhersla á að byggja upp lifandi, fjölbreytt og sjálfbært borgarsamfélag, svokallað svæðisborg hér á Akureyri. Þar er háskólinn lykilþáttur. Sterkt fræðasamfélag er ein forsenda þess að borg dafni og Akureyri er í dag raunverulegur valkostur fyrir fólk sem vill lifa í borg en þó ekki í höfuðborginni. Samstarf Akureyrarbæjar og háskólans hefur verið gott og árangursríkt í gegnum tíðina og má til dæmis nefna samstarf á sviði skólamála og norðurslóðamála. Við höfum unnið saman að kennaramenntun, starfsþjálfun, þróun leik- og grunnskóla og rannsóknum sem nýtast beint í stefnumótun bæjarins. Ég leyfi mér að fullyrða að þetta samstarf hefur skilað sér í betri þjónustu og meiri fagmennsku, þannig að hér á Akureyri erum við svo lánsöm að hafa afar góða leik- og grunnskóla og það sýna allar rannsóknir. En við getum gert enn betur í samstarfi okkar á milli. Við getum til dæmis dýpkað samstarfi menntun og mannauðsþróun og bærinn þarf á fjölbreyttum og velmenntuðu starfsfólki að halda og háskólinn getur verið enn stærri hluti af því að móta þá hæfni sem samfélagið þarf, eins og ég nefndi hér áðan. Við getum tekið höndum saman við að styrkja enn frekar tengsl háskólans við atvinnulífið, með því að tengja saman nemendur, fyrirtæki og stofnanir og skapa þannig öflugra nýsköpunar umhverfi. Og við getum sammælst mikilvægi þess að efla rannsóknir sem auðvitað grunnurinn að öllum nýsköpum og framförum í samfélaginu. Akureyrarbær vill byggja ákvarðanir á gögnum og rannsóknum. Hvors er að ræða loftslagsmál, skipulag, lýðheilsu eða félagsmál. Kæru fundargestir, framtíð Akureyrar og framtíð Háskólans á Akureyri eru samtvinnaðar. Við þurfum á hvort öðru að halda og þegar við vinnum saman þá verður Akureyri ekki aðeins góður staður til að búa á, heldur getur hann orðið fyrirmynd annarra sambærilegra borga þegar horft er út fyrir landsteinana. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ásthildur. Ég er náttúrulega sjálfur einn af þessum stúdentum sem að flutti til Akureyrar til að fara í nám og ég verð alltaf mjög þakklátur Ásthildi fyrir það að viku eftir ég flutti í Lögheimili þá fór ég á bæjarráðsfund sem gestur og sagði það náttúrulega að ég var náttúrulega ekkert orðin Akureyringur, hún sagði bara jú víst. Þannig að ég er með það staðfest. En næst á svið er Harpa Halldórsdóttir, sérfræðingur fjármálagreininga sem fer yfir ársreikninginn 2024. Á þetta ekki að vera 25? Ég vil taka það fram sko, ég fekk handrit. Ársreikning 2025, en mér ágætt áður nú kemur hérna upp að taka fram að hér er ekki verið að leggja ársreikning fram til samþykktar, þar sem það er nú þegar búið að því, heldur bara til kynningar. En gjörðu svo vel, Harpa. Rektor, bæjarstjóri, ágætu fundagestir. Það náttúrulega kemur að því sem allir hafa beðið eftir. Hlusta á þurrar tölur og ég ætla að taka fram að mér finnst tölur skemmtilegar. Þannig að ég er hérna af mikilli gleði. Hafið þið heyrt setninguna hvar er Valli? Já, er það þessi? Ok, tek þetta allt saman aftur. Ég er reynda með pappir líka því ég treysti því ekki að ég myndi fá að sjá hérna textan sem að ég er með til viðmiðunar en ég er með hann. Þetta er yfirleitt afkomu ársins 2025 og afkoman er 71,7 milljónir. Heyrið ekki í mig sem sé. Takk Sólveig. Er það betra núna? Já. Ok, þá reyni ég bara að nota hliðarsjóna líka. 71,7 milljónir og við höfum áætlað afkomuna 4,5 milljónir í plús, þannig að þetta er munur upp á cirka 67 milljónir. En
mig langar nú að koma því að framfæri að undir lok ársins 2025 þá bárust okkur nú óvæntar fjárveitingar upp á 68 milljónir. Og við njótum svo sannarlega góðs af því að ekki veitir okkur af. En þetta var sem sé leiðrétting á reiknilíkanu sem var innleitt hér fyrir ekki svo lengur síðan og það var verið að endurreikna okkar hlut í rannsóknum sem náttúrulega afskaplega gleðilegt að við skulum vera á uppleið þar. En af því ég hef nú takmarkaðan tíma þá ætla ég nú ekki að tala svona mikið. Svo við sjáum að þá tekjuvarsla fjárveitinga þarna langstærsti liðurinn. Það um 80% af okkar heildartekjum og þetta framlag ríkisins með í rauninu öllu framlagi og líka það sem fer í gegnum háskólan sem tilfærslur til annarra stofnana. Þannig að þetta heildarframlagið. Afsakið. Aðra tekjur, 244 milljónir, þetta eru innritunargjöldin og þau eru að hækka þarna 20 og eitthvað milljónir, 21 milljón og það skýrist af fjölgun nemenda sem náttúrulega mikið gleðiefni fyrir okkur líka að vera vinsæll skóli. Síðan hérna seld þjónusta, hún nú fyrst og fremst svona sértekjur stofnana sem eru ekki reknar fyrir framlagsfé ásamt ýmsu fleiru. Seld þjónusta, seld þjónusta. Það getur nú verið reyndar ýmislegt fleira en þetta eru námskeiðsgjöldin hjá þessum stofnunum okkar og svona ýmis sérfræði þjónusta eins og til dæmis hjá RHA sem eru á bakvið þessar tekjur. Nú framlög og ýmsar tekjur, þær eru svona bara ýmislegt, þetta alveg dágóð upphæð. En það samt sem áður allt í lagi að taka það fram að þarna koma í gegn líka alls konar rannsóknarstyrkir sem að skólinn hefur í rauninni eingöngu umsýslu hlutverk gagnvart þeim. Það alveg góður hluti af þessu. Aðrir liðir sem að þar falla undir þá eru bara aðrir verkefnastyrkir eins og til dæmis samstarfsverkefni hins opinbera. Nú tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára, þetta framlag ríkisins á móti afskriftum sem eru færðar til gjalda. Sjáu þarna næstu línuna í gjöldunum, þetta nákvæmlega sama upphæð og þetta bara ákveðið form sem að ríkið hefur á þessum hluta. Nú í gjöldunum að þá eins og við sjáið og eðlilegt, þá eru þetta laun og launatengd gjöld sem langstærsti hlutin af okkar útgjöldum. Það 68% árið 2025, hefur skriðið svona ívið upp á við frekar en hitt. Nú en annar rekstrakostnaður getur nú alveg verið dágóður. Svo við sjáum þarna 1,7 milljarður. Þetta ekkert lítið í peningum. Ég kíkja aðeins á það á eftir. En framlög og tilfærslur, þetta eru þarna þá meðal annars það sem að fara í gegnum skólan til annarra stofnana og ýmsir styrki sem að verið að veita þess utan. Framlög, ef ég nefna dæmi framlög, þá það til dæmis að RMF, Rannsóknarmiðstöð ferðamála, sem í umsýslu HA, að framlag ríkisins fer í rauninni gegnum okkur og rennur bara beint til RMF en við umsýslu. Þetta bara svona eitt dæmi. Nú þetta annar ekstrakostnaður sem að 28% af heildarútgjöldum, 1,7 milljarður, skiptist í þessa liði. Þetta eru helstu liðirnir og
þessi tveir stærstu liðir, húsnæði og aðkeypt þjónusta, megin hluti annarra rekstrargjalda. Húsnæði hérna eða húsnæðiskostnaður 728 milljónir, afsaki. Húsaleiga ég held ég fara, já, það rétt, yfir 600 milljónir. Þannig að þið hérna getur rétt ímyndað ykkur hvað nú mikið afgangs þarna til þess að sinna viðhaldi og öðru slíku sem snýr að húsnæði og þarna undir eru líka ræstingar og fleira. Aðkeypt þjónusta, hún ansi hressileg, 753 milljónir, en þarna kemur líka á móti þessi rannsóknarverkefni sem talið inn í tekjurnar hjá okkur, að þar töluvert mikið aðkeypta þjónustu og það fellur undir þennan lið líka. En það nú svo sem ekki bara það, nú ætla ég að leyfa mér að kíkja hérna aðeins sem ég skrifaði hjá mér, því að stærstu liðirnir sem eru þarna, það til dæmis hugbúnaðarleyfi. Þau eru orðin alveg virkilega dýr og það þarf að greiða á hvern einasta haus, bæði kennara og nemendur. Og ekki bara fastakennara heldur stundakennara líka. Þannig að þetta er stór hópur og stór liður hjá okkur. Þess utan að þá hér líka aukinn varanlegur kostnaður vegna öryggispressins sem var hérna, munið hvað langt síðan? Janúar 2023. Já, með það á hreinu. Það semst rúm 3 ár síðan og það alveg klárt að hér verulegan varanlegan kostnað að ræða sem mun halda áfram. Því miður, en þannig víst lífið okkar í dag. Þannig alltaf að geta þess líka að háskólinn aðili að samstarfsneti opinberra háskólana, RH-neti, og kostnaðurinn við það hefur líka hækkað verulega. Það nú ekki mikið að segja annan kostnað sem að bliknar alltaf í samanburði við þessa liði, en þarna undir falla liðir eins og ferðakostnaður, námskeið starfsmanna, alls konar ráðstöfnur, ýmsar rekstrarvörur, matvælainnkaup og þetta bara svona safnliður fyrir marga minni liði. Efnahagsreikningurinn, ef við byrjum bara á því að horfa hérna neðst, hrein eign upp á 215 milljónir sem svo sannarlega að koma okkur til góða. Því að reksturinn 2026 og við vissum það fyrirfram mjög erfiður, verður mjög erfiður og þetta eins konar varasjóður og að mínu mati þá munum við standa undir því allavega þetta árið. Þannig að þetta glæsilegt. En við erum líka með öryggismörk. Við þurfum að eiga svona ákveðna fjárhæðir í varasjóði til þess að standa undir áföllum, eins og öryggispresturinn var á sínum tíma. Og þannig komist við í gegnum slíka áföll. Það kannski ekkert mikið svo sem þetta að segja, þannig að handbært fé, þetta bara punktstaða 31.12. hvers árs. Þá erum við með 104 milljónir inn á bankareikningi og óverulegar viðskiptakröfur. Ef þið hugsið bara veltuna, 32 milljónir og við veltum hvað var það? Erum við komin yfir 6? Já, við erum komin yfir 6. Þannig að þið sjá að þetta nú ekki há upphæð. Tengdir aðilar, það meðal annars viðskiptareikningur okkar við ríkissjóð. Þetta skiptir alveg verulega miklu máli að við erum með jákvæðan stöðu gagnvart ríkinu. Þannig að við eigum fyrir launum, við eigum fyrir rafmagni og öllu sem nauðsynlegt til þess að reka skólann. Og vonandi bara höldum við jákvæðum viðskiptareikningi eins lengi og við mögulega getum.
Eignarhlutur í öðrum félögum sem að svona valla tekur í að nefna þetta. Þetta rúma 3 milljónir, en þetta annars vegar hlutafé okkar í þekkingaverði og RH-neti. Tengdir aðilar eru sömuleiðis, það eru aðrar stofnanir sem að eru svona, sem að teljast tengdir aðilar gagnvart skólanum og þetta þá skuldin við þá, en það líka orlofsskuldbinding, hún ansi hressileg, en hún undir aðra skuldir. Ég heyri að ég farin að tala svolítið í belg og biði núna. En frestun tekjufærslu fjárfestingaheimilda, þarna alveg dágóð uppað og það í rauninni við eigum til góða fjárfestingaheimildir sem að við getum nýtt okkur þegar við þurfum á því að halda. Við erum með mjög lága upphæð á hverju ári, en þarna eins konar varasjóður þegar við þurfum að fara í einhverja verulegar fjárfestingar, en við þurfum náttúrulega að eiga pening fyrir því. Það svo sem ekki mikið meira ársreikningin að segja og ég sé það á brosunum að þið eru búin að skemmta ykkur alveg stórkostlega. En fyrir þá sem vilja skoða eitthvað nánar að þá birtast ársreikningar opinberra stofnana undir þessu veffangi ársreikningar.ríkisreikningur.is og svo líka hægt að skoða einstaka reikninga hjá hverju stofnun á opnireikningar.is. Nú langar mig að stela eins og nokkrum sekúndum af ykkar tíma. Það sem að ég að láta störfu núna von bráðar, næstu mánaðamót, þá langar mig að nota tækifærið og þakka öllum mínum samstarfsfélögum bara kærlega fyrir samstarfið, góð kynni og ekki síst langar mig að þakka fólkinu í hinu svokallaða e-húsi. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Harpa. Þetta voru skemmtilegustu tölur sem ég allavega fengið að fylgjast með. Þá bjóðum við upp á, ætlum að bjóða upp á spurningar úr sal sem og á netinu efni ársreiknings og erindi rektors. Þið sem eru hér í salnum, gefið mér merki, þið getur gefið mér merki til að fá orðið. Þetta er mjög gaman, sérlega Jón sem segir svo bara stjórnar þú salnum. Ég hins vegar ætla bara setja þann varnagla ásamt að mér langar svo mikið til að segja, ég muni hvað þau heitið öll, en af því að ég vil ekki til viti hver ykkar það eru sem ég man það ekki, þá ætlum ég að þykjast ekki taka neitt. Þannig að það sé bara þannig. Silja eins og allar að fylgjast með spurningum sem eru lagðar fram með streymi og sérum að bera þær upp. Ég hins vegar var búin að, flúði Silja Jóns? Hún ætlar að vera hlaupastelpa fyrir mig með kubbin sem er þarna. Þannig ég opna bara á það ef einhver vill, ef einhver langar til þess að bera upp spurningar. Maður með skeggið. Nei. Halló, heyrist í mér? Já, mér langar að Harpa, takk fyrir kynninguna. Mér langar að fá nánari skýringar á því hvers vegna reksturinn verður þyngri árið 2026. Hvað sem skýrir það og hvort það eitthvað sem við þurfum að gera til þess að bregðast við því? Það nú svo sem, það eru flóknar skýringar, en ef ég dreg það saman, þá var framlagið til okkar, fjárheimildirnar okkar 2026 voru töluvert langt undir því sem við gerðum okkur vonir og það verður bara erfitt að reka skólan á því fjármagni sem að við fengum, auk þess sem það hefur verið að falla til ýmis óvæntur kostnaður á þessu ári og við sjáum það bara í bókhaldinu að það sem við reiknuðum með eða óttuðumst, það að ganga eftir. Þannig að staðan okkar næsta áramót mun ekki verða svona góð. Ég ætla að koma næsta ársfund bara til að tekka.
Mér langar aðeins að bæta við þetta sko bara svona til samburður að það til dæmis að því að sko við fáum öll framlög frá ríkinu á meðaltal 3 ár og útskriftaframlög þá meðaltal 2 ár að þegar við fáum fleiri nemendur og þá erum við ekki að fá tekjurnar alveg strax sko. En svo má líka bæta við að það fjölgaði stúdendum við Íslenska háskólanum 5,5% á seinasta ári en útgjöld til málaflokksins jukust ekkert. Þannig við erum öll að fá minna fyrir hvern stúdent í rauninni eða fyrir vinnun okkar. Þannig að það má svona líka, en svo var búið að boða sko frekari samdrátt í háskólum sem virðist vera hætt við, allavega eins og sakir stendur núna. Ekki það að það opnist allar gullkvistur. Það er spurningina á efsta bekk. Ég ætla að biðja ykkur þegar þið fáið kubbinn að kynna ykkur svo að fólkið sem er að fylgjast með streyminu og upptökum síðan mér viti hver er að bera fram spurninguna og ég líka. Góðan daginn, takk fyrir fundin, Ólafur heiti ég. Harpa, forvitin, þú nefndir hugbúnaðarleyfi og rosastóra tölu. Já. Ertu með töluna, bara svona í forvitin? Einu og sér? Já. Nei, ég er ekki með töluna en hún hleypur á tugum og tugum miljóna. Ok, bara áhugavert, takk. Já, ég nefndi þetta sérstaklega vegna þess að þetta hefur hækkað svo gífurlega á svo stuttum tíma og þetta sem stakur liður er að verða svo hár. Gjaldaliðirnir hjá okkur, þeir skipta hundruðum og þúsundum jafnvel. Þetta er einn liður sem er áberandi hár fyrir utan húsaleguna. Fleiri spurningar? Einhverju á netinu, Silja? Nei? Þið hafi verið svona rosalega skýrar. Þá bara þakka ykkur fyrir og biðja ykkur í sæti. Hvað er komin spurningin á? Viltu? Já, hvað upp? Mér langar í kaffi, sko. Þorlákur heiti ég. Mér langar að spyrja framtíðina með tekjurnar. Sjáu þið fram úr því að það verði jafnvægi í rekstrinum? Ég er að svona vonast til þess á næstu árum, já. En þetta er, ég veit ekki hvort að Harpa er sammála mér hérna, en þetta er svolítið sérstakt umhverfið svona reka háskóla. Þú farð fjármagn og svo allt í einu bætist eitthvað við. Það var til dæmis mjög heppilegt fyrsta árið mitt hérna að það voru kosningar. Þannig að það bætist alltaf eitthvað við og já, svona getum við haft kosningar hverju ári. En þú veist, þetta er, sko, og þessar upphæðir sem Harpa var að tala um, þar sem fórum allt inn í 70 milljónir í plús, að þetta er peningur sem var að berast til okkur í janúar á þessu ári, sko. Þannig að það er alveg ofboðslega mikið svona sem að gerist bara allt í einu og svo vinnur fjármálagreining mikla vinnustundum að finna af hverju vorum við að fá þessar upphæðir, sko, og hver er skýringin, sko. En þessi leiðrétting á reiknilíkanu, þegar við fengum fyrst í september hvað við áttum að fá, og það var okkur sagt, öllum rektornum var sagt strax, þetta eru bara vitlausar upplýsingar. Svo tók alveg rosalega langa tíma að fá réttu upplýsingarnar. Frábært. Þá ætla ég bara að bjóða ykkur til sætis. Nei, ég geti haldið á. Já, ég heyri það. Þá er komið að því sem við höfum öll beðið eftir. Nú verður sýndur annál 2025 í máli og myndum. Handrit annálsins er sett saman af starfsfólki, markaðs- og kynningarmála og myndbandi er gert af Gunnlaugi Starra Gylfasyni, verkefnastjóra Myndvers. Gjörið svo vel.
Þetta var frábært. Ég held samt hérna í lokin þegar kom að fjölgun hefur verið fordæmalaus. Ég held að við sem samfélagi væri búin að gera svona samfélagssáttmála að hætta að nota það orð. En myndbandið verður, eins og ég sagði, aðgengilegt á YouTube-rás HA fljótlega eftir að fundi lýkur. Þá er hægt að íta á pásu og horfa aftur og aftur á bestu atriðin. Þetta var í handritinu. Þá er komið að örkynningu. Það eru þau Stefán Guðnason, framkvæmdastjóri Símenntunar við HA og Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður KHA, sem kynna verkefni sem hlaut Erasmus-styrk og lítur að því að efla innviði og viðbúnað háskóla til að takast á við siðferðileg áhrif nýtingar gervigreindar í rannsóknum og nýsköpun. Gjörið svo vel! Kann að meta að fá svona stöðahækkun í beinni. Ég er ánægður með það. Það er framkvæmdastjóri, ég ætla bara að kalla mig það hér. Ég veit þetta er handritinu, þetta er ekki þér að kenna. Þetta er mér að þakka. Ég er ánægður með þig, takk. Herri, já, Stefán Díak Gunnarsson, forstöðumaður / framkvæmdastjóri Símenntunar Háskólans á Akureyri og með mér er Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður KHA. Það er ekki svona slags. Við fengum, við sóttum Erasmus-styrk fyrir þessu verkefni til að svona, styðja við það sem verið er að gera nú þegar í skólanum sem er þessi innlegging á gervigreind og þessi innlegging á þessari stefnu. Það er svo sem fordæmi fyrir sem með öryggisprestinum. Já, akkurat. Við fengum samhenta stefnun okkar ábyrgðarnotkun í nóvember 25, þannig að þetta var svona, við vorum að vinna stefnuna þegar við erum með útbúið hennar styrk og erum að vinna með fólki sem við unni með áður, sem við svona góða reynslu af. Og við ætlum að nota mikrofónum. Já. Heyrðu mér, ok, þetta er bara næsta. Já, af hverju þetta verkefni? Bara gervigreindin er farin að breyta öllu. Við erum búin að sjá það og þið hérna inni þekkið það að gervigreindin hefur tekið gríðarlega sess bæði í kennslu og stjórnsýslu. Og þegar það kemur upp að við vorum þarna með partnera sem hefði áhuga að vinna með okkur í þessu, þá náttúrulega hoppuðum við á það. Við erum með, það kemur hérna. Kemur eftir. Já. Svo, hvað er það? Já. Já, hérna, þetta er samstarfsverkefni gervigreind í háskólamenntun og við erum að þróa svona hæfni námsleiðir og stuðningsefni fyrir ábyrga notkun í gervigreind, þannig að fókusin er á kennara og nemendur og stofnanir, ekki bara tæknina. Og styrkurinn er til 2 ára og 250.000 evrur og við erum að leiða þetta verkefni. Já, við erum með háskóla frá Möltu, stofnun í Grikklandi, háskóla í Rúmeníu og stofnun í Reykjavík eða fyrirtæki í Reykjavík sem heitir Iceland California og er svona ráðgjafar í gervigreindarnotkun og meðal annars er eigandi þess, en ekki verndari stefnunar, er ekki rétt munið? Jú. Já, verndari stefnunar í háskólanum. Vill svo vel til að það er stóri bróðurinn Stefáns, en hann er samt mjög hæfur. Var áður fyrir rektor HR, hann Ari. Já, þannig að ég ætla svona að reyna að skauta fram hjá þeirri. Stærri bróðurinn Stefáns. Hann er 1,90 þannig að hann er minni. En já, við svona töldum okkur vera með nokkuð góða bæðir þarna í UBS Kamis fyrirgefið sem er í Rúmeníu. Það er háskóli sem hefur áður unni með Háskólanum á Akureyri. Nýjir svona partnerar sem við höfum ekki áður unni með er Malta og Larissa í Gríklandi. Því miður þá, þetta er nú ekki ferð til Möltu þarna sem var undir ákveðið klúður. En við erum búin að taka einn verkefnafund með þeim í Reykjavík, tókum hann núna í október og gekk vel. Og helstu markmiðin eru að efla AI-læsi, kennarar og nemenda og þróa eitthvað svona námsefni og netnámskeið um þessa ábyrgu notkun og þetta er allt svolítið að breytast með gervigreindinni og tengja svona innleiðingu háskóla með AI í kennslu og rannsóknum. Og svo byggja upp svona, svo verður þetta eins og ég Erasmus-verkefnum öllu efni verður þetta frítt og allir geta nálgast það og það er svona efla svona alþjóðlegt lærdómssamfélag. Og þetta er ekki bara að fólk noti það meira, heldur að noti það örugt og ábyrgt og viti svona aðeins hvað er að gera sem rímar vel við stefnun okkar.
Við erum núna að leggja loka hönd á skýrslu sem erum að senda inn varðandi bara greiningu og hver staðan er. Við erum búin vel hérna í Háskólanum á Akureyri að við erum komin örugglega lengra en margir hverjir og maður finnur það á þessum fundum úti að við erum komin lengra, sem alveg gaman. En þegar við erum búin að gera þessi þarfagreiningu þá fyrir það að búa til þessi netnámskeið, búa til svona hálfgert bootcamp til þess að kenna fólki á hvernig það getur notað gervigreind í vinnu sinni, hvort sem það er akademískir starfsmenn eða stoðþjónusta og já, bara búa til þessa þekkingu fyrir fólk til að geta náð í þegar þeim hendar. Já. Þetta hlutverk okkar við leiðum verkefni, þá erum við með verkefnastjórnina og samhæfinguna og við getum tengt það að því við erum með ný samþykkta stefnu og erum sjálf í svona innleiðingu á því, þá getum við tengt það við það, við borg og svona hæfni uppbyggingu sem við viljum að starfsfólk, kennarar og nemendur fái hérna við HA. Og við tökum þátt í að þá þróa námsefni og þjálfun og innleiðingu og höfum líka aðeins verið að vinna með það. Þannig að vinnan sem við erum að gera inn á kennslumiðstöð með AI-innleiðingunni tengist beint inn í þetta verkefni og svo getum við miðlað því áfram til þá Íslenska háskólasamfélagsins og samstarfsaðila. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt verkefni, þetta fellir alveg beint að okkar störfum sem við erum hvort er í, þannig að og fáum þá svona líka aðeins svona viðurkenningu svona alþjóðlega sem er alltaf gott. Já, af hverju skiptir þetta okkur máli? Það er jú út af því að, eins og hún segir, fá þessa viðurkenningu, fá líka svona spegla sig út af akkurat núna það sem við erum að gera. Ef við erum bara að vinna með þessa stefnu hérna innan HA, þá gætum við lent í ákveðnum bergmannshelli, við gætum lent í að vera bara svolítið fókusur á það sem við erum að gera. Og þess vegna er rosalega gott að fá aðeins svona utanaðkomandi sýn, sjá hvernig aðrir skólar, sjá hvernig erlendir aðilar sjá okkar vinnu og hvað við erum að gera hérna innan dyra. Einnig líka bara að fá pening til að búa til betri og flottari námskeið fyrir ykkur að nota, sem er líka jákvætt, og reynsla á borg. Já. Já, og það skal svolítið svona endurtekning það sem Stefán var að segja, en við vonumst til þess að áhrifin sé og ávinningur að það sé bara svona aukið AI-læsi kennara og nemenda og við fáum þannig að fleiri verkfæri til þess að geta kenna og læra AI og fáum þá frá sem samstarfsfélögum. Til dæmis skólinn í Rúmeníu, þeir eru verkfræðingar þar og við erum nú unnið með þeim síðan 2014. Þeir eru svona fyrsta fjarverun okkar er að koma út úr verkefni með þeim. Þannig að við höfum grætt mjög mikið á að vinna með þeim og þeir hafa mikið verið með, maður heyrði fyrst AI frá þeim akkurat, þannig að þeir eru komið svolítið svona aðra sýn, svona verkfræði sýn inn í þetta. Og svo er þetta allir, við erum alltaf að hugsa þessa siðferðislegu notkun, hvernig við notum þetta. Þannig að við sjáum að þetta verður svona meiri tengingar frá stefnunni, kennslinni og rannsóknum, allt sem rýmar inn í stefnuna. Og svo er þetta bara alþjóðlegt samstarf sem við vonumst til að bara halda áfram, að þetta er hópur hluti af hóp sem við unnum með áður og kjósum að vinna með áfram. Þannig að við vonumst til að árangurinn sjá í það bara, við erum auðvitað að mæla það, við erum að mæla það með stefnunni, við settum út spurningalista í fyrra vor og svo aftur núna það sem er verið að mæla, spyrja fólk út í hversu mikið viðhorf til AI og hversu mikið er að nota AI. Þannig að við getum tengt það við þetta verkefni, við getum séð það í lokin hvort bara starfsfólk sé að nota eftir búið tilengja sem meira gervigrindina. Þannig að við erum líka að mæla það. Já, takk. Það sem er náttúrulega kannski aðalatriði hjá okkur í þessu er það þessi efsta setning. Þetta er ekki bara tæknileg áskorun, við erum bara að sjá þetta, ástæðan fyrir að HA fer í þessa vegferð að innleiða þetta er út af því að við vitum að nemendur og samfélagi er að fara að nota þetta, við þurfum að vopnavæða, við þurfum að undirbúa fólk undir heim þar sem þetta verður og þá þurfum við kannski prófa að byrja að vera ekki 20 árum á eftir vinnumarkaðnum, þannig að reyna að vera svolítið frontrunner fyrir þetta og við teljum að bæði með þessu verkefni og auðvitað innleiðingu stefnarinnar, þá séum við að taka svolítið ábyrg skref í þeim efnum. Þannig að já, bara takk fyrir. Einhverjar spurningar? Mikrofón. Erum við að hætta kastunum? Ég treysti mig, hvar var spurningin? Já, þarna. Sko? Þetta er Stefán að þakka, ég greip þetta. En þú tala honi mikið og mátti endurtaka þetta. Já.
Ég heiti Katla og er stúdent hérna við háskólan. Verður áherslan aðalega á notkun og þekkingu á gervigreind eða verður líka að skoða hvernig er hægt að vinna meðfram henni og þrátt fyrir hana í skólastarfi? Já, ekki þessu verkefni. Það eru bara svolítið að fókusa á gervigreindina, hvernig hún er notuð. En þetta er góð pæling. En við erum að þróa tól inn í borg akkurat það sem kennarar geta sett inn verkefni og sé hversu líklegt að nemendur geta notað gervigreind og svo koma þá tillögur á hvernig þú hefur verkefni þannig að það sé ekki hægt að nota gervigreind. Þannig að það myndi þá svara spurningunni. Frábært. Já, takk. Hverjar fleiri spurningar? Nei, þá þökkum við kjærlega fyrir okkur. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán Öðbjörg. Ég vil taka þetta fram sko að ástæðan fyrir því að ég fékk hlaupastelpu áðan með kubbin er svo að allir kennarar sem nokkuð tíman hafa kennt mér í þessari stofu vita að ég má ekki kasta honum. Nú komið smá panik hjá mér af því að ég fattaði að það vantar í handritið mitt og mér finnst ekki það mér finnst ekki erfitt að hugsa á hlaupum en ég mun bara endurtaka það sem ég var búinn að lesa upp áður vegna þess að ég ætla að kynna henni til sviðs Hildi Friðriksdóttur, formann Jafnréttisráðs og verkefnastjóra hjá háskólanum til þess að fara yfir eftirfylgni með metnaðarfullri jafnréttisáætlun háskólans. Ég vona að þetta sé rétt. Gjörðu svo vel. Var þetta eftir minni hjá þér? Næstu, vel gert. Herru, ég er með þetta á blaði af því að ég veit að ef ég fer bara að babla þá fer ég fram yfir á tíma, en ég er að veita mér aðhald hérna. En ég vil byrja að þakka kærlega fyrir að fá þetta tækifæri hér í dag til þess að ræða stöðu jafnréttismála innan háskólans á þessum ársfundi. Það er mjög mikilvægt að við séum dugleg að setja þennan málaflokk á dagskrá hjá okkur reglulega. Og kannski ekki síst í dag þar sem við erum að upplifa að það er verið að vega að mannréttindum ýmis á jaðarsettra hópa og við slíkar aðstæður þá er mjög mikilvægt að minna okkur reglulega á það að háskólinn hefur bæði lagalega og siðferðilega skyldu til þess að standa vörð jafnrétti. Lagalega í þeim skilningi að við erum opinber stofnun og sem opinber stofnun þá erum við bundin á opinberum lögum og stefnum jafnrétti og mannréttindi og siðferðilega vegna þess að við höfum sett okkur metnaðarfulla jafnréttisstefnu sem að byggir á þeirri megin hugmynd að háskólasamfélagi eigi að vera opið, inngildandi og ekki síst öruggt umhverfi fyrir okkur öll. En ég ætla hér ætla að reyna í mjög stuttu máli að segja ykkur aðeins frá jafnréttisáætlun okkar og svona frá kannski helstu verkefnum jafnréttisráðs á síðustu misserum. Í dag þá vinnum við eftir jafnréttisáætlun sem að tók gildi í upphafi síðasta árs og gildi til loka ársins 2028. Þegar það lá fyrir snemma árs 2024 að það þyrfti að fara að endurskoða fyrir jafnréttisstefnu þá voru eins og heppin að þáverandi stjórnendur ákvað að úthluta fjármagni setja fjármagn í stefnumótunarvinna sem að hafði ekki verið gert áður. Þannig í kjölfarið þá ákvað að leita til Herdísar Sólborgar Hallsdóttur og Sóleyjar Tómasdóttur sem eru sérfræðingar á sviði jafnréttismála og algjör reynsluboltar í bransanum. Og þær voru fengnar til þess að leiða þessa stefnumótunarvinnu. Og þetta er svona kannski pínu samband við það að maður sé búin að vera í ræktinni í 10 ár og með eigin æfingaprógram þar sem maður er mjög meðvitaður svona eigin sársaukamörk og þæginda ramma og yfir í það að fá sér einkaþjálfara sem að hefur það verkefni að ýta manni vel út fyrir þæginda ramman og setja sér háleit markmið. Þannig að við fórum svona svolítið úr því að vera með jafnréttisstefnu þar sem við vorum svona að tikka í box, vorum að sjá til þess að við vorum að fara eftir lagalegum skildum yfir í það að setja okkur einhver svona, setja okkur markmið þar sem að við vildum gera eitthvað umfram í rauninni þessa lagalegu skildu sem við hefðum. En það var svona lagt upp með það strax frá upphafi að hafa mjög svona víðtækt samráðsferli við allt háskólasamfélagið í þessari stefnumótunarvinnu. Og það var gert með því að halda opnar vinnustofur og hér er með mynd frá einni slíkri vinnustofu. Þær voru haldar bæði á staðnum og rafrænt
á íslensku og ensku og svo hérna sendum við líka könnun til alls háskóla samfélagsins þar sem við svona vildum fá svona kortleggja aðeins stöðu jafnréttismála í háskólanum og svo gátu einstaklingar líka sendt inn ábendingar til okkar með tölvupósti. En svona markmiðið með þessu samráðsferli var að reyna að tryggja í rauninni dreift eignarhald á stefnunni og að fólk upplið það, allir upplið það þegar við fengi raunveruleg tækifæri til þess að setja mark sitt á stefnuna og hafa áhrif til þess að koma sinni rödd á framfæri. En í þessu samráðsferli þá kom fram mjög skýr vilji til þess að útvíkka stefnuna. Fyrir stefnur hefur eingöngu tekið til jafnrétti kynjanna en í þessu samráðsferli kom fram í rauninni óskum að við myndum útvíkkana þannig hún tæki einnig til fjölbreytileika og inngildingar. Og það svona takt bæði við breytt lagaumhverfi og svona þær nýjar áskoranir sem að háskólar standa frammi fyrir í dag í svona síbreytilu umhverfi samfélagi. Og það var líka, kom mjög skýrt fram að það var vilji til þess að þetta yrði ekki bara einhver fögur fyrirheit á blaði, heldur væri raunverulegur vilji til þess að fylgja stefnunni eftir, þannig að með svona einhverju aðgerðabundinni áætlun, þannig að stefnunni skiptu upp annars vegar jafnréttis stefnu þar sem að koma fram svona heildarmarkmið og svo sem sagt aðgerðabundin áætlun sem inniheldur 34 tímasettar og mælanlegar aðgerðir. Og af þessum aðgerðum eru 21 þeirra sértæk verkefni og svo eru með 11 verkefni sem við getum sagt að eru svona okkur lagaleg skylda til þess að framkvæma. En 21 aðgerð sem að svona eru, getum við sagt svona umfram það sem okkur lagaleg skylda til þess að sinna sem opinber stofnun. En við vildum líka hafa í rauninni tilgreina ábyrgðaraðila og framkvæmdaraðila fyrir hverri aðgerð þannig að það væri alveg skýrt hver bæri ábyrgð á því að koma verkefni í framkvæmd og við köllum eftir stöðu verkefna 2 sinnum á ári þannig að þetta í rauninni, við erum í raunverulegt aðhald og við uppfærum aðgerðaáætlana reglulega og inn á Uglu hægt geta bæði stúdentar og starfsfólk nálgast þetta plagg og þar geti fylgst með stöðu verkefna. Og markmiðið var að hafa þetta í rauninni þannig að við værum með þetta gagnsætt og við værum líka með raunverulegt aðhald. En af þessum rúmlega 20 svona sértæku verkefnum sem að jafnréttis aðgerðaáætlun inniheldur, þá áttu 13 þeirra að fara af stað á síðasta ári. Og af þessum 13 verkefnum sem áttu að hefjast á síðasta ári, þá getum við sagt að það sé búið að ýta 8 þeirra úr vör með einhverjum hætti allavega. Það ekki það með sagt að þeim sé öllu lokið, en það allavega búið að hefja í rauninni 8 verkefni af þessum 13 sem áttu að fara af stað. Og þau eru þá merkt með grænu á þessari glæru. 3 af þessum verkefni fóru ekki af stað og við köllum eftir skýringum í þeim tilfellum þar sem að verkefni fóru ekki af stað. Og þær skýringar sem við fengum í flestum tilfellum voru að það bara var tímaskortur, það vantar mannafla og svo bara verður að segja sem svo að það fór bara mikil tími og orka í það hjá okkur starfsfólki síðasta ári í þessar sameiningaviðræður, þannig að það var eiginlega ekki rými fyrir mikið meira. Þannig að í ljósi þess þá ég bara tiltölulega ánægð með þetta hlutfall. En og við höfum ennþá tíma til þess að klára þessi verkefni sem ekki eru farin af stað. Og svo ein aðgerð sem grámerkt á skjalinu og það aðgerð sem við bara fengum ekki upplýsingar þannig að ég getur ekki upplýst ykkur stöðu þess verkefnis. En Jafnréttisráð hefur líka sinnt ýmsu öðru, svona samhliða því að fylgja jafnréttisáætlun eftir. Og mér langar til þess að nefna nokkuð dæmi. Ráðið hefur meðal annars lagt fram tillögur að kynjamerkingar og salernum verið skipt út fyrir aðstöðumerkingar. Og svona skemmtilegt frá því að segja að það var einhver hópur hér innanhús sem að fannst það verkefni ganga heldur hægt og tók sér til og bara, skipti út þessum merkingum. Þannig að þetta var svona ákveðin aktivismi í gangi sem var skemmtilegt. En við höfum líka óskað eftir því að tíðavörur verði gerðar aðgengilegar öllum salernum og að komið verði á kynhlutlausum búningsklefi hreyfisal og við höfum líka sent erindi til markaðs- og kynningarsviðs með tillögum úrbætur á vefsíðu skólans
til að tryggja aukið aðgengi að upplýsingum fyrir erlenda nemendur og starfsfólk. Við höfum óskað eftir því að það sé hægt að velja fleiri en eitt fornafn í Uglu því að við erum með dæmi einstaklinga sem að nota fleiri en eitt fornafn til þess að skilgreina sig. Og við höfum líka óskað eftir því að persónufornafn starfsmanna verði ekki sýnileg í undirskrift í tölvupósti. Það er sem sagt starfsfólk getur valið persónufornafn inn á Uglu. Ég vil bara hvetja ykkur eindregið til þess að gera það. Við sendum út leiðbeiningar núna fyrir helgi hvernig að gera það, þannig að bara hvetja ykkur til þess að gera þetta og þetta núna orðið þá sýnilegt líka í undirskrift í tölvupósti. Við höfum líka átt samtali Félagsstofnun stúdenta að koma á verklagi við úthlutun húsnæðis til kynsegin einstaklinga í þeim tilfellum þar sem að viðkomandi þarf að deila aðstöðu og sú vinna mun hefjast núna á næstu dögum og svo er líka gaman frá því að segja að við ákveðum að sækjum styrk núna fyrir skemmstu frá dómsmálaráðuneytinu fyrir verkefni sem snýr að því að kortleggja stöðu jaðarsettra hópa innan háskólasamfélagsins og við fengum úthlutað 800.000 í það verkefni þannig að við gerum ráð fyrir að sú vinna muni fara af stað núna í haust og það verður spennandi. En eitt af svona sýnilegustu og skemmtilegustu verkefni Jafnréttisráðs eru jafnréttisdagar. Þetta er samstarfsverkefni háskólanna og þetta er árlegur viðburður með viðburðum, fyrirlestrum, umræðum og alls kyns öðrum viðburðum sem að tengjast jafnrétti. Og núna í ár þá stóð HA fyrir 7 viðburðum og að venju þá endum við jafnréttisdag á málþingi og vöfflukaffi að sjálfsögðu. Og svo vorum við með svona ákveðna nýjung í ár sem að vara með til að fara fulltrúum stúdenta í ráðinu að veita árlega jafnréttisviðurkenningar til einstaklinga sem tilheyra háskólasamfélaginu og í ár þá fengu 3 stúdentar, 2 starfsmenn og 1 félagasamtök viðurkenningu fyrir sitt framlag í þá jafnréttis, inngildingar og fjölbreytileika og við sem sagt útlitum eða veittum þessar viðurkenningar í vöfflukaffinu. Þannig að þetta var mjög skemmtileg nýjung sem að við munum svo sannarlega halda. Svo bara í lokin, af því að ég fekk mjög knappan tíma, þá langar mér bara til þess að þakka öllum þeim sem hafa setið með mér í ráðinu síðustu ár fyrir sérlega gott og ánægjulegt samstarf. Og mér langar sérstaklega til þess að þakka fulltrúum stúdenta í ráðinu fyrir þeirra framlag vegna þess að þeirra innsýn og reynsla og ekki síst aðhald, þau halda okkur svo sannarlega á tánum, hefur verið algjörlega ómetanlegt fyrir okkar störf í Jafnréttisráði. Svo langar mér líka í blálokkin til þess að minna á að það er ekki bara á ábyrgð Jafnréttisráðs að tryggja það að háskólasamfélag okkar sé fjölbreytt, inngildandi og byggja á jafnrétti því að það er sameiginlegt verkefni okkar allra. En með þeim orðum þá bara langar mér til þess að þakka áheyrnina. Takk fyrir þetta Hildur. Það er óboðslega merkilegt og mikilvægt starf sem að Jafnréttisráð er að vinna. Nú er komið að því að við ætlum að heiðra starfsfólk sem að stendur á tímamótum. Og ég ætla að bjóða Áslaugu Ásgeirsdóttur, rektor, að koma hérna upp og taka við stjórninu rétt á meðan. Takk kærlega fyrir þetta og takk Hildur fyrir mjög áhugaverða yfirsýn yfir hvernig við stöndum í þessari metnaðarfullu jafnréttisáætlun og Auðberg og Stefán fyrir verkefnið sitt. En það er alltaf gaman að því heiðra og kveðja fólk og þó það fylgir því líka svona tregablandin tilfinning og það er svona eitt svona þegar þegar ég kom hérna fyrir 2 árum síðan að það var mjög gaman að sjá að hvað eru margir sem hafa unnið svo lengi. Og það ber bara þess vitni að fólk hefur bara almennt liðið vel í starfi og fengið svona að gera hluti sem þið finnst skemmtilegt. En þá er komið að því heiðra og kveðja gott samstarfsfólk okkar. Við byrjum að því að kveðja þá sem hafa átt farsælt starf hérna og eru láta á störfum vegna aldurs og svo erum við einnig með 30 ára starfsamali og eins og Ásthildur minntist á áðan að það verður kannski ekkert algengt í framtíðinni. Við gleðjumst bara yfir því að hafa verið þess heiðurs aðnjótandi að hafa unnið með þessu fólki og sem fá núna tíma fyrir sig sjálft og eftir að hafa skilað miklu til okkar og þau fá öll gullmerki háskólans að gjöf sem smíðað er af Kristínu Petru og Blómvönd.
Þetta eru 4 einstaklingar sem við ætlum að heiðra og svo eins og segi, svo einn hérna sem er með 30 ára starfsamali. Fyrst Harpa Halldórsdóttir sem var að kveðja okkur hérna áðan. Hún í háalitunum í dag, bara svo það sé sagt. Hún hefur sinnt mikilvægi hlutverki í Háskólann á Akureyri, fyrst sem fjármálastjóri og síðan í starfi sérfræðings fjármálagreininga. Harpa lauk kand.ökon.prófi í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands árið 1986. og meistaragráði í reikningshaldi og endurskoðun frá sama skóla 2007. Hún hefur auk þess sótt sér fjölbreytta endurmenntun á sviði stjórnunar, jafnlaunavottunar og rekstraráætlana. Áður en hún kom til háskólann starfaði hún meðal annars hjá umboðsmaðurinn skuldara sem og skrifstjórastjóri á bæjarskrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps. Harpa var ráðin fjármálastjóri Háskólans á Akureyri árið 2018 og gegndi því starfi af festu og ábyrgð. Síðan tók hún við starfi sérfræðings í fjármálagreiningum og hefur þar nýtt víðtæka þekkingu sína á fjármálum, bókhaldri og rekstri. Hún hefur jafnframt sinnt fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir háskólann, meðal annars setið í stjórn Veggerðsstaðasjóðs, stjórn Félagsstofnunar stúdenta á Akureyri og rannsóknarmixetisnefnd. Starfsfólk lýsir Hörpu sem fagmennsku fram í fringurgóma, úrræðagóðri, sanngjarnri, skýrri og hnyttni. Hún er sögð að hafa einstaklega á því að segja hlutin á mannamáli, leiðbeina öðrum af rausn og svara góðlátlegu gríni í sömu mynd. Þar fyrir manneskja með mikla þekkingu, sterkan húmor og hlýja nærveru. Ég vil bara þakka þér kærlega fyrir gott samstarf hérna fyrir síðustu tæp 2 árin og líka fyrir bara ómetanlegt framlag til háskólans á þínu starfsferli hér. Við óskum þér alls til besta á næsta kafla lífsins og hérna sem sagt gullmerki háskólans. Gjörðu svo vel. Og svo farum við hérna. Næstu 3 geta því miður ekki verið með okkur í dag, en einhverjir eru með okkur á streymi. Birgir Guðmundsson að hætta vegna aldurs. Hann prófessor við hug- og félagsvísindasvið sem var lykil aðili í að byggja upp fjölmiðlafræðinámið við háskólann. Hann hefur ekki tök á því að vera með okkur í dag, en okkur skilst að hann sé hér í streymi og vonum að þetta skilist til hans þannig. Birgir lauk BA honorsprófi í sagnfræði og stjórnmálarfræði frá Háskólanum í Essex og meistaragráðu í stjórnmálarfræði frá Háskólanum í Manitoba árið 1985. Árið 2021 lauk hann doktorsgráðu frá Háskóla Íslands. Hann hefur einnig lokið námi í uppeldis- og kennslufræði við Háskóla Íslands. Birgir hóf störf við Háskólann á Akureyri árið 2002 sem aðjunkt við rekstrar- og viðskiptadeild. Árið 2004 hlaut hann framgang í lektorstöðu við félagsvísinda og lagadeild. Hann var dósent árið 2010 og hlaut framgang í stöðu prófessors árið 2021. Árið 2022 tók hann við sem forseti hug- og félagsvísindasviðs og gegndi því starfi í 2 ár. Birgir hefur við störf sín verið lykilaðili í þróun náms- og fræðastarfs á sínu sviði ásamt heildrænni uppbyggingu og þróun fræðasviða háskólans. Hann hefur sinnt fjölbreyttum trúnaðarstörfum fyrir háskólann og árið 2015 var hann tilnefndur sem fulltrúi háskólans á Akureyri í fjölmiðlanefnd. Samstarfsfólk Birgis lýsir honum sem skarpgáfuðum, víðsýnum og velviljuðum samstarfsmanni, manni sem gott að leita til og sem hægt að eiga við uppbyggilega rökræður hvort sem fólk sammála eða ósammála. Nefnt var að Biggi væri sannarlega haukur í horni, reynslubolti með einstaka hæfileika til að setja hlutina í skilinlegt samhengi, taka góðar ákvarðanir og gefa góð ráð. Ég vil þakka fyrir hönd háskólans, þá vil ég þakka Birgi fyrir óeigingjarnt starf, fræðilega dýpt, hlýja nærveru og ómetanlegt framtal til starfseminnar hér. Háskólinn, fjölmiðlafræðin og íslenskt fræðasamfélag eru ríkari fyrir að hafa fengið njóta krafta hans. Birgir, við óskum þér allsins besta í næsta kafla lífsins.
Davíð Þór Björgvinsson, hann getur heldur ekki verið með okkur í dag, en ég vil fara stuttulega yfir þess þannig hvernig við höfum notið hans starfskrafta undanfarin ár. Davíð, eins og margir vita, hefur átt glæsilegan og fjölbreyttan starfsferil á sviði lögfræði bæði hér heima og erlendis. Hann er lögfræðingur frá Háskóla Íslands, lauk meistaragráðu frá Duke University School of Law árið 1987 og svo doktorsprófi í lögum frá Université de Strasbourg árið 2013. Menntun hans endurspeglar vel þá alþjóðlegu sýn og fræðilegu dýpt sem hefur einkennt störf hans alla tíð. Davíð Þór hefur starfað sem fræðimaður, kennari, prófessor og dómari og notið mikillar virðingar meðal lögfræðinga. Hann hefur meðal annars gegnt prófessorstöðum við háskóla hér heima og erlendis, verið dómari við Mannréttindadómstól Evrópu og síðar dómari og forseti Landsréttar. Það er því óhætt að segja að fáir hafa komið jafn víða í íslensku og evrópsku réttarkerfi. Lagadeild Háskólans á Akureyri hefur notið krafta Davíðs Þórs frá árinu 2021 þegar hann var ráðinn inn sem prófessor þar. Árið 2024 tók hann svo við sem deildarforseti og hefur hann sinnt því starfi síðan. Það var mikill fengur fyrir laganámi hjá okkur að fá hann til starfa hérna og samstarfsfólk lýsir honum sem frábærum kennara og fyrirlesara, auk þess að hafa aukið sýnileika deildarinnar með virkri þátttöku sinni í samfélagsumræðu þau mál sem efst eru á baugi hverju sinni. Við erum öll þakklátt fyrir framlag hans til styrkingar laganámsins við skólans og samstarfsfólk hans segir þau að vera lánsum að hans er reiðubúin að liðsinna deildinni áfram í stöðu prófessors emeritus. Þau eru hlakka til að sjá hann í lotum með öllu því ofantöldu undanskildu er hann bara svo skemmtilegur. En það held ég líka að hann er ekkert sestu í helgan stein, ég held að hann hafi verið að setja á stopp fyrirtæki, þannig að hann er ekkert að hætta sko. Við þökkum Davíð Þór fyrir ómyndanlegt framlag til Háskólans á Akureyri og laganámsins þá sérstaklega. Takk fyrir. Og fjórði einstaklingur sem hætti störfum á þessu ári vegna aldurs er Trausti Ragnar Tryggvason, umsjónarmaður húsegna og búnaðar. Og ég held að það séu nú kannski flestir hérna inni sem þekki hann. Trausti vann við Háskólann á Akureyri frá árinu 2010 og þar til í mars af þessu ári. Hann er einstaklega hlýr og hjálpsamur og bóngóður og ekkert verkefni var of stórt eða of lítið. Það fylgir Trausta ákveðin ró og öryggi. Fólk veit þegar hann tekur eitthvað að sér þá gerir hann það vel. Hann hefur einstakt lag á að hjálpa fólki, oft án þess að þurfi einu sinni að biðja það. Trausti er maður nákvæmninar og hver hlutur á sér afmarkaðan og merkan stað. Nýjir umsjónarmenn eru fljótir að læra þá reglu að setja öll verkfæri á þennan eina rétta stað eftir notkun. Trausti hélt utan ótal verkefni og smáatriði sem flestir tóku eftirvill ekki fyrir eftir að hann léta störfum. Þá kom í ljós hversu stóran þátt hann átti í því að dagleg starf gengi svona vel fyrir sig. Hann átti sér sérstaka ástar-hatursamband við tjaldin hér við Háskólann. Hann lét yfirleitt eins og fuglinn færi í taugarnar á honum en fylgdist samt náið með öllu sem tengdist varpinu. Hann vissi nákvæmlega hvernig tjaldurinn mætti og fór, hvernig gekk hjá ungunum og jafnvel hvaða máfurinn væri að bralla. Það var eiginlega öllum ljóst að undir þessum formælingum tjaldin var hann í raun mjög umhugað hann. Við þökkum Trausta fyrir ómyndanlegt framlag til Háskólans á Akureyri, samstarfið og samveruna í gegnum tíðina. Trausti, við óskum þér alls hins besta í næsta kafla lífsins. Ég held að Trausti sé jafnvel með okkur hérna í streymi og hann sendi, ef að það tekst ekki, þá sendi hann kveðju til allra sem hann vann hérna með og þakkar kærlega fyrir samstarfið. Og svo er komið að 30 ára starfsafmæli. Jóhann Örlygsson, prófessor við auðlindadeild, hefur starfað við HA frá 1996 eða 30 ár og hefur komið víða við í sínum störfum. Hann fær blómvöld og gjöf frá háskólanum í tilefni 30 ára starfsafmælis. Jóhann lauk stúdentsprófi við náttúrufræðibraut Menntaskólans á Akureyri, BS-prófi í líffræði frá Háskóla Íslands árið 1987 og doktorsgráði í örverufræði frá Háskólanum í Uppsala árið 1994. Að því loknu stundaði hann postdoc-rannsóknir við Háskólann í Gröningen. Jóhann var ráðinn lektor við sjávarútvegsdeild árið 1996, samhliða hálfri stöðu sérfræðings hjá rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins á Akureyri. Hann hlaut framgang í dósent árið 1999, var ráðinn í fullt starfi auðlindadeild árið 2003 og varð prófessor árið 2008. Var það fyrir eftir hrun?
Unnhrun, já, ok. Hann hefur einnig gengt lykilhlutverkum í uppbyggingu náms og rannsókna, sinnt fjölmörgum störfum í nefndum, ráðum og starfshópum fyrir háskólan ásamt því að sækja fjölda rannsóknastyrkja. Einnig sinnti hann í nokkur ár stöðu deildarsforseta auðlindadeildar. Jóhann er einn af upphafsmönnum líftækninnar við HA og tók virkan þátt í uppbyggingu líftækninets matvælaseturs Háskólans á Akureyri. Hann hefur langt skeið verið í forsvari fyrir rannsóknir á hitakennum bakteríum og hagnýtingu fjölbreyttra eiginleika þeirra, auk þess að handleiða fjöldaði meistaranema og efla þverfræðilegt samstarf innan skólans. Ég vil þakka þér fyrir ómetanlegt framlag til Háskólans á Akureyri, líftækninnar og rannsóknarsamfélagsins og óskum þér innilega til hamingju með 30 ára starfsamilið. 30 ári viðbót kannski eða... Nei. Ég er alltaf ekki hættur. Nei, einmitt. En bara hjartana til hamingju og takk hérlega. Og ég vil bara óska öllum hérna hjartana til hamingju með þetta. Takk fyrir þetta, Áslaug Guðlaug. Já, þá bara kæru fundargestir, þá er formleg, ég veit ekki hvað ég taka af með gleraugun sko. Þá er formlegri fundardagskrá hér með lokið. Ég þakka ykkur öllum fyrir ánægjulega stund og langar til þess að vekja sérstaka athygli á því að hér frammi í miðborg býður okkar kaffi og með því ásamt plakatum frá rannsakendum sem áhugavert er að skoða og fá innsýn í þá rannsóknarvinnu sem fram fyrir háskólanum. Ég veit allavega þess að við sattum næst mér, þið voru fann að heyra garðingólið, þannig að bara gjörið svo vel og takk fyrir mig.